Ég ætlaði að fara í stuttu máli aðeins yfir þær aðgerðir sem að stjórnvöld og aðrir hafa verið að kynna og grípa til núna til þess að koma til móts við, ég ætla aðalega að einbeita mér því sem hefur verið gert fyrir heimili og launafólk núna. Það kannski hefur verið fyrirfinna meira svona í umræðunni það sem að snýr beint af fyrirtækjunum, en ég hugsaði að í fyrsta kasti væri gagnlegra fyrir okkur og svona ykkar fólk að fá upplýsingar um það sem snýr beint að svona afkomu heimila og hvaða úrræða fólk getur gripið til núna þegar það eru auðvitað verða miklar breytingar hjá margir að annaðhvort að missa störf sín að fullu eða ennþá fleiri að fara á þessar nýju hlutabætur og miklar breytingar að verða. Þannig ég ætla svona að renna yfir þetta helsta sem að búið að samþykkja og er komið á koppinn og svo bara spyr ég þig og við spjöllum í framhaldinu. Þessar tvær stóru aðgerðir, þetta svo sem búið að fara yfir, en þetta voru kannski, getum við sagt, svona fyrstu aðgerðirnar sem snéru að heimilunum sem voru samþykktar. Það voru annars vegar þessar hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli sem hefur auðvitað sýnt sig og sannað að var gríðarlega mikilvægt skref og ég held að við í verkalýðshreyfingunni getum alveg tekið til okkar stóran hluta því að þetta gekk tiltölulega greiðlega að koma þessu á og það var þrýst mjög á þetta á okkar hálfu og við sjáum það nú þegar fyrirgefið það stendur þarna 1000 manns hafa þegar sótt, en þetta eiga að vera 30.000. Það vantar sérst 30 þarna fyrir framan. Það hafa sérst nú þegar 30.000 manns sótt hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli hjá Vinnumálastofnun og þetta eru auðvitað kannski talsvert meiri fjöldi en búist var við og þið þekkið svo sem held ég flest virknina á þessu að þetta eru sem sagt gerir fólki kleift að fara niður í alltaf 25% starf og tekjur upp að 400.000 eru varðar að fullu og svo 90% yfir það upp að hámarki sem er 700.000 krónur. Nú svo voru það þessi lög laun til fólk sem að fer í sóttkví að skipan heilbrigðisyfirvalda sem að voru auðvitað líka mikilvægt skref til þess að tryggja það að allir gætu nú farið að þessum fyrirskipunum og til þess að auðvitað verja eigin heilsu og annarra. Þessi lög ná einnig yfir það þegar börn undir 13 ára aldri eru skipuð í sóttkví og foreldrar þurfa að annast þau og þarna verið að tryggja sem sagt heildarlaun upp að 633.000 krónum á mánuði. Það sem við höfum hins vegar haft áhyggjur af, það eru kannski þeir hópar sem að þessir tveir lagabálkar ná ekki utanum og það eru þeir sem að fara í þetta sem við getum kallað verndarsóttkví sem með undirliggjandi sjúkdóma og hafa fengið svona, það eru ráðleggingar heilbrigðisyfirvalda að þessir hópar fari í sóttkví og sömuleiðis þungaðar konur sem eru komnar 36 vikur eða lengra á leið. Þessi lög þau taka ekki til þessara hópa og sömuleiðis fólk sem að starfar hjá fyrirtækjum sem að núna þurfa að fullu að hætta starfsemi vegna fyrirmæla heilbrigðisyfirvalda og það ekkert spurning að fólk sé í 25% starfi, heldur það bara, starfseminni bara gert að loka, þannig að starfshlutfallið fer bara niður í 0. Þannig að þessi hópur getur ekki nýtt sér hlutabótaúrræðið og svo höfum við líka haft áhyggjur af foreldrum sem að vegna skerts skólastarfs geta ekki sótt vinnu, sumir að fullu eða minnsta kosti að hluta
það hafa ekki verið leiðir fyrir þessa hópa inn í þessum úrræðum. En við höfum verið að þrýsta á það að þeim verði fundinn staður inn í þessu og teljum að það sé vel gerlegt. Þannig áfram verk að vinna þarna. Nú svo svona að öðrum úrræðum sem að kannski hefur verið minna talað sem að voru hluti af þessum aðgerðapakka sem að stjórnvöld kynntu núna miðjan mánuð, að þá var samþykkt að greiða sérstakann barnabótaauka til barnafjölskyldna. Það verður gert 1. júní núna 2020 og hann útfærður þannig að það verður greiddar út 42.000 krónur með hverju barni til þeirra sem á annað borð fá barnabætur vegna ársins 2019. Þannig að svo framalega sem það eru greiddar út einhverjar barnabætur, þá fær fólk 42.000 krónur. Þeir sem ekki fá neinar barnabætur vegna ársins 2019, þeir fá 30.000 krónur með hverju barni. Þannig að þarna getur auðvitað bara skilið á milli þess ef að fólk fær 2.000 krónur í barnabætur vegna 2019, þá fær það 42.000, fáið það ekki neitt, þá fær það 30.000. Og ef maður vill svona reyna átta sig á því sirka hvernig þetta kemur út, þá sýnir þessi mynd hverjir það eru sem að fá barnabætur vegna 2019, þetta fyrir einstæða foreldra. Og hér sjáum við að þegar að árstekjur einstæðs foreldri eru orðnar 15 milljónir á árinu 2019 eða svona 1.250.000 krónur á mánuði, þá eru barnabæturnar að fullu skertar. Þannig að þá dettur fólk niður í það að fá 30.000 krónur í barnabótaauka, en séu tekjurnar lægri, að þá eru greiddar 42.000 krónur. Það auðvitað kannski galli á þessu úrræði sem að getur auðvitað skipt miklu máli fyrir marga, að það verið að horfa á tekjur þetta langt aftur í tímann. Og það var kannski svona einn af þeim gagnrýnispunktum sem við komum með við þetta var að það væri ekki verið að horfa á tekjur nær í tíma, því við vitum að það hefur orðið mikil breyting hjá mörgum. Gagnvart hjónum og sambúðarfólki sem samskattað horfir þetta svona við að þar verið að horfa á samanlagða tekjur hjóna og barnabætur þar eru að fullu skertar þegar samanlagða tekjur eru komnar upp undir 15 milljónir og þá dettur sá hópurinn í að fá 30.000 krónur, en leið og greiddar eru einhverjar barnabætur vegna 2019, þá eru það 42.000 krónur. En þetta kemur til útgreiðslu þegar uppgjörið vegna 2019 kemur sem í byrjun júní. Svo var í þessum aðgerðapakka stjórnvalda sem var samþykktur núna í seinnipartinn í mars, þar var sömuleiðis eingreiðsla sem verður greidd örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum. Athuga, þetta ekki ellilífeyrishópurinn, heldur eingöngu örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar. Þeir fá 20.000 króna eingreiðslu líka í byrjun júní, eigi síðar en í byrjun júní. Og það sérstaklega tekið fram að þessi greiðsla eigi ekki að hafa áhrif á aðrar greiðslur frá almannatryggingum og húsnæðisstuðning, þá eins og húsaleigubætur eða sérstakan húsnæðisstuðning. Svo var inn í þessum bandormi líka enn og aftur opnað á heimild til úttekt á séreignarsparnaði, og þetta eru svo sem ekki kannski neitt sérstakur örlætisgjörningur stjórnvalda, heldur einfaldlega verið að heimila einstaklingum að nota eigin lífeyrissparnað fyrir þá sem að hafa tök á því. Margir eru auðvitað nú þegar að nýta þetta til þess að greiða inn á húsnæðislán, eða ákveðinn hópur nýtti auðvitað líka þessa svona sambærilega heimild sem var gefin eftir hrun. En nú verið að opna á það heimilt að taka út úr séreignarsparnaði alltaf 800.000 krónur á mánuði í alltaf 15 mánuði, alltaf 12 milljónir samtals, og það ekki sett neins sérstök kvöð á það í hvað þetta fer, heldur bara þetta opin heimild.
Það ber auðvitað að hafa það í huga að þegar séreignarsparnaðurinn er tekin út, þá greidd af honum staðgreiðsla. Þannig að eigi fólk alltaf 800.000, þá getur maður svona reikna með þetta sé cirka 500.000 sem að fólk fær út úr því ef við gefum okkur að það sé verið að greiða nokkurn veginn fulla skatta af þessu. Það er nú þegar hægt að sækja þessar útgreiðslur og verður heimilt út þetta ár og það er gert bara beint hjá þeim lífeyrissjóði eða þeim vörsluaðila þar sem fólk á sinn séreignarsparnað. Ég held að þeir séu flestir búnir að opna fyrir þessar umsóknarheimildir. Svo annað mál sem var beint að heimilum að það er þessi margumtalaða stafræna ferðaávísun sem að okkur mun berast einhvern tímann fyrir sumarið og á að hvetja okkur til að ferðast innanlands. Það er nú ekki búið að útfæra þetta nánar eða hvað þetta verður há fjárhæð en miðað við hvað svona þá fjárhæð sem var sett í þetta, þá myndi man svona ætla að þetta væri kannski það bil svona 5.000 krónur á hvern fullorðinn einstakling sem að þarna væri verið að úthluta en það á allt saman eftir að koma í ljós. Svo var ein aðgerð í viðbót, hún snýr að svona getum við sagt líka að heimilum sem endurreisn á átaki sem var líka farið í eftir hrun og heitir Allir vinna og það kannski verið að endurreisa það núna með svona ákveðinni útvíkkun. Þetta í gildi núna frá 1. mars og út þetta ár og þetta endurgreiðsla á virðisaukaskatti af vinnu og þetta nær þá til nýbygginga og viðhalds og hönnunar á íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði, sumarhúsum. Og við höfum fengið það staðfest að þetta gildir einnig framkvæmdir stéttarfélaga ef þau fara í að endurnýja sitt orlofshúsnæði. Það sem er nýtt núna að eigendur og líka leigjendur íbúðarhúsnæðis, þeir geta fengið endurgreiddar virðisaukaskatt af vinnu við heimilistryggð og það sem kölluð regluleg umhirða íbúðarhúsnæðis, það er til dæmis verið að hugsa garðslátt eða eitthvað slíkt. Og það sem svo bættist við var endurgreiðsla vegna bílaviðgerða eða vinnuliðarins við bílaviðgerðir og svona bílaréttingar og slíkt. En það þeim skilyrðum háð að vinnuliðurinn sé að lágmarki 25.000 krónur. Það skilyrði á ekki við hina liðina. Þannig að það er sem sagt nú þegar hægt að fara og sækja þessar endurgreiðslur í gegnum skattinn. Svo af öðrum þetta sem ég hef nefnt fram að þessu, þetta allt eitthvað sem tengist þessum aðgerðapakka sem stjórnvöld fóru í. Sveitarfélögin, þau hafa hvert sig líka verið að grípa til ýmissa aðgerða. Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út getum við sagt ákveðin tilmæli til sveitarfélagana að fara í að skoða sínar gjaldskrár, fella niður mögulega gjöld tímabundi vegna þess að þjónusta sveitarfélagana á ýmsum sviðum skert og að halda aftur á öllum gjaldskrárhækkunum núna. En eins og segi, það hvers sveitarfélag fyrir sig að útfæra þetta nánar og þau hafa sjálfdæmi þetta. Ég var nú ekki búin að fara í gegnum öll sveitarfélög landsins og reyndi að skauta yfir nokkur og sjá hvað verið að gera. Mjög víða eru sveitarfélögin að minnsta kosti aðlaga gjaldtöku í skólum og leikskólum, fella niður eða lækka vegna skertrar þjónustu og innheimta til dæmis ekki þá fyrir mat sem ekki verið að veita í skólunum. Það eru auðvitað bæði skert þjónusta á frístundaheimilunum og leikskólarnir þurfa að skipta þessu niður á daga. Þannig að mér sýnist mörg sveitarfélög eru að gera þetta. Sömuleiðis varðandi að sýna sveigjanleika varðandi fasteignagjöldin. Það kom í bandorminum var sveitarfélögunum gert að
heimila það að fasteignagjöld vegna atvinnuhúsnæðis að þeim yrði frestað, en það gilti ekki gagnvart einstaklingum. Þannig að sveitarfélögin eru svolítið að gera það með ólíkum hætti. Sum eru að heimila það að fresta gjalddögum eða fjölga þeim. Önnur eru bara með svona segjast sína meiri sveigjanleika í innheimtu og ekki innheimta dráttarvexti og kostnað. Við lögðum strax áherslu á það á okkar vettvangi og miðstjórn ályktaði meðal annars það að almennt myndu bæði hið opinbera og svona aðrir kröfuhafar sýna aukinn sveigjanleika og svona sanngirni í innheimtu. Við vitum það auðvitað svona innheimtu aðgerðir flestra aðila í dag eru orðnar býsna harðar. Það fljótt farið í að senda kröfur í milliinnheimtu með tilheyrandi kostnaði og þetta allt svona komið í mjög svona sjálfvirka ferla bæði hjá sveitarfélögum og öðrum aðilum. Og við svona mældumst til þess að það yrði slakað á þessu og svona sýndur meiri sveigjanleiki og svona örlítið mildari aðgerðir hvað þetta varðar. Og mér sýnist svona þegar maður að fara yfir að þá eru margir sem að virðast hafa tekið þetta til sín með sveigjanleikan og sanngirnina, að minnsta kosti í orði, svo veit maður auðvitað ekki, það kannski ekki farið að reyna á það ennþá hvað þetta þýðir í borði svona, en við munum auðvitað fylgjast með því og áfram hvað verður gert, en ég verð að segja að þarna kannski sýnist manni áherslan hjá sveitarfélögunum vera frekar á aðgerðir gagnvart fyrirtækjunum svona í fyrsta kasti og einhver þeirra hafa líka auðvitað verið að setja fram með eitthvað aðgerðir áætlanir auknar fjárfestingar og svo framvegis, en þetta á sjálfsagt eftir að það eru sjálfsagt á eftir að útfæra þetta á ýmsum stöðum, svona sýnist mér. En að minnsta kosti allir eru að huga að einhverju að því virðist. Svo eru það kannski þetta sem snýr að bönkunum og lífeyrissjóðunum og aðalega þá auðvitað tengt húsnæðiskostnaði fólks. Bankarnir og lífeyrissjóðunir bjóða allir upp á einhvers konar úrræði og helst það auðvitað tímabundna frestun á greiðslum af húsnæðislánum. Og það svolítið misjafnt hvernig verið að útfæra þetta. Þetta í frestum tilvikum svona milli það verið að bjóða upp á frestun í 3 til 6 mánuði, sumir lengur allt upp í 12 mánuði höfum við séð og þá það í flestum tilvikum þannig að þá bara vextir á tímabili frystingar, þeir leggjast við höfuðstólinn. Hjá sumum verið að bjóða upp á það að lengja lánið á sama tíma til þess að draga þá úr því að greiðslubyrðin þyngist þegar að tímabil frestunar lýkur, en það þó ekki þannig hjá öllum. Það svolítið misjafnt hvað menn að innheimta mikið af kostnaði vegna þessa, en þó getum við sagt að ég held að það að við svona fórum á stað að bæði að heyra í lánveitendum og taka saman kostnaðin af þessu, að meðan að við vorum að vinna þetta, þá voru mjög margir sem að féllu frá gjöldum vegna skilmálabreytinga eða lækkuðu þau, og bankarnir eru til dæmis ekki að innheimta neitt kostnað beint vegna skilmálabreytingana, en lífeyrissjóðirnir eru það flestir, en sumir fóru í það að lækka þann kostnað, en í öllum tilvikum eru þetta innheimtukostnaður vegna þinglýsingar af þessu, sem eru einhvers staðar svona milli 2.000 og 3.000 krónur í flestum tilvikum. Þannig að einhver kostnaður fellur til, en ég held að við höfum að minnsta kosti náð að vekja athygli á því þannig að hann er hóflegri en leit út fyrir í upphafi. Hagdeildin hefur tekið saman smá samantekt þessi úrræði og hún inn á heimasíðu Alþýðusambandsins og ef þessar glærur verða gerðar aðgengilega þá er linkur hérna inn á þá samantekt þar sem að kemur fram kostnaður hjá lánveitendum og svona smá samantekt það hvað er verið að bjóða á hverjum stað.
Varðandi þetta með þinglýsinguna, að þá getur það auðvitað verið flókið núna þegar ekki hægt að vera mikið á ferðinni og að koma skjölum í þinglýsingu. Þannig að það var gengið frá því þannig að það hægt að sækja þessi úrræði í langflestum tilvikum rafrænt, en það komin lagaheimild fyrir því að fresta þinglýsingunni á þessum skilmálabreytingum sem verið að gera alveg þangað til í mars 2021. Það ekki hægt að komast hjá því að þinglýsa, en það hægt að fresta því. Varðandi leigufélögin, þá eru þau líka, minnst kosti þessi svona stóru leigufélög á almenna leigumarkaði, Heimavellir, Almenna leigufélagið og Alma, eru öll að bjóða upp á tímabundna frestun á hluta leigugreiðslna, til dæmis helming eða eitthvað slíkt. Það er svolítið ólíkt hvernig þau eru að útfæra þetta, en þau eru öll með einhvers konar úrræði. Og það þá verið að fresta, og svo þegar því tímabili frestuna lýkur, þá auðvitað bætast þær leigugreiðslur við greiðslubyrði leigunar, og þeim þá dreift yfir einhvern ákveðinn tíma. Og það rétt að bara árétta það að fólk svona átti sig á því hvað þetta þýðir, að þetta verði ekki of þungt þegar tímabili frestunarinnar lýkur. Þessir aðilar eru segjast að minnsta kosti ekki vera að taka neitt kostnað af þessu og enga vexti af þessum frestunum, og við höfum ekki heyrt um að svo sé. Og það skiptir auðvitað máli, en það sem svona kannski bara við viljum árétta í þessu sambandi, það bara að fólk átti sig á því. Þetta geta auðvitað allt saman verið góð úrræði ef að fólk að lenda í tímabundnum vanda og skipta máli. En það bara það að fólk átti sig á því hvað það að undirgangast og hvað þetta mun þýða þegar þessu tímabili frestunar sleppir. Að það verði þá ekki þannig að það hafi þau áhrif að greiðslubyrðin þyngist of. Og hvað sé þá að það fái þá upplýsingar um það, hvað sé þá til ráða ef að svo sé. Annaðhvort þá lánveitandinn eða leigusalarnir geti svarað því til að svona hvernig þau geta þá aðstoða þegar að því kemur. Auðvitað það kannski svolítið svona, fólki finnst eins og það sé kannski svolítið setjatímamál núna, þegar margir eru auðvitað bara að grípa til svona hálfgerðra bráðaaðgerða, en tíminn fljótur að líða, og það bara gott að gera þá kröfu á þessa aðila að þeir útlisti þetta fyrir fólki. Þannig að þetta nú svona þetta helsta sem að snýr að heimilunum, og það sem búið að koma á til að aðstoða þau, að minnsta kosti svona í bráð. Stjórnvöld hafa auðvitað boðað frekari aðgerðir. Við höfum svo sem engar upplýsingar á þessu stigi máls hvað það þýðir og hvað af því snýr svona beint að fjárhag og bókhaldi heimilanna, en munum auðvitað halda áfram að fylgjast með því og reyna að hafa áhrif á það eins og nokkur kostur er.